nú heimi akstursíþrótta í þættinum Daewoo Motorsport. Birgir Þór heiti ég, þér að horfa á Daewoo Motorsport og efni þáttarins í kvöld, fjórðaðum fyrir Íslandsmótsins í torfæruakstri, DFF torfæran sem framfór við Stapafell á sunnudaginn var. Það var mikið í húfi, Gísli Gunnar Jónsson og Sigurður Arnar Jónsson voru efstir í jafnum með 35 stig, Einar Guðlundsson var með 34 stig og Guðmundur Pálsson með 30 stig. Og stutt frá þeim stað sem torfæran fór fram, þar var hinn helmingur þess fjölda sem var á Reykjanesinu þessa helgina. Bláa lónið var fullt, svo troðið var út úr húsi. Þrátt fyrir nýja baðaðstöðu, greinilega mjög vinsæll staður, þessi náttúruperla á Reykjanesinu. Enda útlitið á öllum þeim búnaði sem þarna fyrir þá sem vilja vera í Bláa lóninu afar jákvætt. Haraldur Pétursson, þetta fjórða keppnin og það munaði litlu í síðustu keppni. Já, við vorum í smá vandræðum hann með uppsetning á stífum og öðru, þannig að hann átti til að velta þannig sjálfan sem svo sást. Þið eru búin að gera mikla breytingar, sé ég hérna á fjörunarbúnaði aftan? Já, við erum búin að prófa í rauninni 4 mismunandi útgáfur undir hann aftan og aðeins breyta hann á framann. Og það var nú bara í gærkvöldi sem kláraði síðasta stykkið, ekki búið að prófa það ennþá eins og hann núna uppsettur. Ertu ekkert búin að keyra bílinn í morgun? Já, við prófaði hann aðeins í morgun. Lætur hann betur að stjórn? Já, virðist lofa góður sko. Hann vindur ekki svo mikið upp á sig. Verður möguleika þínir í dag? Góðir. Segjum við allavega. Fyrsta sætið? Að sjálfsögðu stefnt á það. Takk fyrir og gangið þér vel. Takk. Og hér höfum við Guðmund Pálsson. Guðmundur, ertu undir álagi í dag? Já, verður að segja það. Svolítið stress? Já, mikið. Er það ekki bara þér sjálfum að kenna það sem að þú sigraðir í síðustu keppni? Jú, þetta sjálfskap að viti. Hverja telurðu möguleika þinn að vera hérna í dag? Já, ég veit það ekki. Stefni á 5. sæti til þess að byrja með, svo vinna þessu. Eru brautirnar erfiðar? Já. Hvernig þá helst? Það svona börðin á milli sem erfitt að fara yfir, sýnist mér. Og verður það spurning hraða þá í þeim börðum? En samt að bremsa sér niður því þar eru stallar þar hinum megin, þannig að þetta voðalega hættulegt. Fyrsta sætið? Já. Já. Takk fyrir að gangið vel. Takk. Þá það Gísli Gunnar Jónsson. Gísli, hvernig leggst dagurinn í þig? Bara mjög vel. Búinn að prófa að keyra í þessu efni sem hérna? Já, ég fór smá hring hérna. Ólugt grip. Mikið grip? Já. Þannig að götubílarnir verða erfiðir hér í dag? Ég hugsaði það. Þeir eru ekki með neitt verri bíl en við. Þetta bara spurning með dekkin. Og það var spurning með færið, hvernig það Ég sé að þú ert að byrja á ausunum. Verður á þeim í fyrstu þraut? Já. Minna grip þar heldur en í öðrum brautum? Ég með langar bara að pröfa eina braut allavega sko á þessu og sjá til. Ég hugsi verðin á þessu dekkjum allavega keppnina. Það taka þá tímabrautin á veljum skóplum. Þetta erfið keppni heldur? Það sýnist að vera svolítið akstursleikni. Hún alls ekki erfið sko með börðið allt svoleiðis. Hún fær sko. En þetta spurning hvernig menn keyra hana, hvernig renna til og hana. Þetta verður spurning einhverja tiltölulega lítinn mun á milli keppenda og það hvernig menn fara í gegnum hliðin. Ég reikna með því, já. Verður þú góður í dag? Já, það er stemt að því. Takk fyrir og gangið vel. Takk fyrir. Og hér í lok þáttarins munum við gefa upp vefsíðu, nýja vefsíðu fyrir torfæruna sem á eftir að stækka og innihalda allt íslenskt motorsport innan tíðar. En það kemur í lok þáttarins. Haraldur Pétursson fór fyrstur í fyrstu þraut og hann lenti í vandræðum hér í þessari hægri beygju. Rétt hangir hérna inn í brautinni. Og Haraldur verður að láta sér það lynda að vera refsað 160 stig
í þessari þraut. En þá það Gísli Gunnar Jónsson, búinn að sjá þetta hvítadekk sem fyrir framan okkur, veit af því að það erfitt að hanga fyrir ofan það. Það 50 stig í mínus ef hann fer með dekkið undir miðjan bíl, þannig að hann ákveður að bakka og tapa 40 stigum og síðan verður hann að sleppa við dekkið. Og hann sleppur. Og 300 stig fyrir lengd, 70 refsistig, fær 230 stig. Það voru Einar Gunnlaugsson. Það var öllum ljóst að það lá mikið undir. Það fást 20 stig fyrir fyrsta sætið, 15 fyrir annað sætið, 12 fyrir þriðja og 10 fyrir fjórða sætið. Og menn voru jafnir, Guðmundur Pálsson með 30 stig eins og ég sagði áðan, Einar Gunnlaugsson með 34 og Sigurður Arnar og Gísli Gunnar með 35 stig. En þá það Gunnar Egilsson í sinni fyrstu keppni á þessu ári. Hann ætlaði reyndar að vera með í þriðju umferðinni á Akranesi en varð fyrir þjóðláni að það bilaði hjá honum vélinn rétt fyrir keppnina. Hann sleppur ágætlega í gegnum þetta lið hérna, tapar ekki nema 20 stigum þar. Samtals tapar hann 50 stigum. Komið 250 stig, þá það Sigurður Arnar Jónsson. Sigurður Þór Jónsson ætlaði nú að segja, og hann gerir þetta laglega. Og það að koma spor þarna í brekkuna sem gerir það að verkum að beygjan verður auðveldari. Sigurður fékk hérna 300 stig fullt hús og þá það Gunnar Pálmi. Aðeins snertir dekkið þarna upp á brúninni og tapar þar 20 stigum. Og hann í göttubílaflokki og eini munurinn á þessum flokkum, svona marktækur munur, það að þeir sem keppa í þessum flokki, þeir mega ekki nota þessi stóru dekk með ausunum eins og það kallað, heldur mega þeir eingöngu nota skófludekk og Gunnar Pálmi fékk þarna 45 refsistig. Og þá það Ásgeir Jamil Allansson sem að sigraði í fyrstu umferðinni, lenti í 7. sæti í annar umferð og 9. sæti í hinum tveimur. Og Ásgeir Jamil fékk þarna 280 stig og Sigurður Arnar rétt snertir hérna sýnist mér. Hann búinn að tapa 20 stigum. Þessi þraut verður bara betri og betri eftir því með fleiri akana og þá það Guðmundur Pálsson sem sigraði í þriðju umferð á Akranesi. Ekur Vaffen krílinu sem áður hétt Flugan og hann fer þetta á 290 stigum. Rétt snertir dekkið í endaliði. Þá það Gunnar Gunnarsson á heimavelli. Rétt fyrir þessa keppni, eða viku fyrir þessa keppni, þá tók hann þátt í æfingakeppni á þessu svæði og þá bilaði hjá honum vélinn, þannig að hann með lánsvél hérna og allt og lítinn kraft. Kannski ekki alveg nógu áræðanlega vel, en hann fer þetta hér á 300 stigum. Vel gert hjá Gunnari Gunnarsinni og hann í göttubílaflokki, rétt eins og Gunnar Pálmi og Ásgeir Jamil, Rafn Arnar, Guðmundur Guðmundsson og Daniel G. Ingimundarsson ef mann rétt. En staðan eftir fyrstu braut, Gunnar Gunnarsson í efsta sæti, Sigurður Þór Jónsson í öðru sæti, eða þeir tveir saman, báðir með 300 stig. Í 10. sæti síðan Einar Gunnlaugsson og Gísli Gunnar Jónsson í 11. sæti. Haraldur Pétursson var að láta sér linda þarna 14. sæti út úr fyrstu þraut, en þrautirnar eru hins vegar 8. Þetta hvergi nærri búið. Þraut nr. 2, Gísli Gunnar Jónsson. Gert samning við Toyota umbóð á Íslandi, auglýsir fyrir það á arctictrucks.com, svona aðalega fyrir áhorfendur erlendi sem að horfa á þættina á Eurosport og víðar. Og Gísli að fara hér þraut nr. 2 á 300 stigum fyrir lengdina, 20 refsistig og hann kom með 510 stig. Þá það Einar Gunnlaugsson. Kvarta sáran yfir því að hafa ekki fjármuni til þess að æfa sig á milli keppna. Talar það að eitt kvöld í æfingu kosti að lágmarki 20.000 króna bara í rekstrarfé og Einar Gunnlaugsson að fara þetta hér á 300 stigum refsilaust og komið með 530 stig. Þá það Gunnar Egilsson. Aðeins snerti dekkið hérna finnst mér og hann komin upp á 250 stigum og hann reyndar komið með heldur fleiri stig þarna heldur en 250 því hann var komið með 530 stig samtals eftir 2 þrautir. Þá það Sigurður Þór Jónsson, fór á 300 stigum í gegnum fyrstu braut. Snertir hér að dekkið á 20 refsistigum, fær 280 stig, komið 580 og þá það Gunnar Pálmi og þetta óvenjulegt að sjá, hann nú vanur að hitta á svona hlið án refsingar. 250 stig fær hann, komið 505 og Ásgeir Jamil fer nú gróflega hérna yfir
keppendur og tapar við það 50 stigum og 10 stigum í endahliði og hann fær ekki náttúrulega 240 stig og Sigurður Arnar Jónsson var ekki alveg upp á sitt besta í þessari keppni. Hann fær hér 280 stig þó og þá er það Guðmundur Pálsson. Hann hittir hérna í gegnum hliðið, hann er að fara þetta á 300 stigum og komið 590 alls og þá er það Gunnar Gunnarsson. Annar tveggja í forystunni eftir fyrstu þraut með 300 stig ásamt Sigurði Þór Jónssoni. Og þetta er laglega gert. 300 stig komið fullt hús eftir 2 þrautir. Og sjáðu stöðuna, Guðmundur Pálsson í öðru sæti, 10 stigum eftir Gunnari Gunnarssoni, Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti. Sigurður Arnar Jónsson í 4. sæti, Gísli Gunnar kominn upp í 8. sæti, Haraldur Pétursson er hins vegar enn í 12. sæti. Og þá var gert hádegisverðarhlé en strax að því loknu klukkan 1 þá var lagt af stað í þraut nr. 3 og Gísli Gunnar Jónsson fer fyrstur og nú fór að reyna á ökumenn og á bíla. Þarf að hitta hérna upp í gegnum þetta hlið, rauðadekkið á hægri hönd og hvíta á vinstri hönd og síðan kom erfið beygja til vinstri og Gísli sleppur nákvæmlega í gegnum þetta hlið og svona alveg á mörkunum hann hefði snert rauðadekkið. Tapar hins vegar hér 50 stigum og síðan lendir hann einhverjum vandræðum hérna. Hann er að horfa niður á gírstöngina þar sem að búnaðurinn fyrir nítróið er. Það er svona eiginlega hálfpartinn á leiðin út úr braut og svo allt í hennu tekur bílinn við sér og meiri kraftur er til staðar. Greinilegt að hann átti að einhverjum vandræðum með aflgjafann nítróið sem að er gastegund sem flytur mun meira súrefni inn í sprengihólfi heldur en gerist undir eðlilegum kringumstæðum. Við síðan er bætt tölsverðu magn af bensíni og þá kemur krafturinn. Og við heyrum það hérna allt í hennu þá fer vélinn upp á snúning og það er það sem að Gísli þurfti til þess að fara hérna upp. Og Gísli fór þetta á 240 stigum. Var það komið 750 stig. Einar Gunnlaugsson er hérna yfir dekkið í upphafi. Tapar þar 20 stigum og síðan öðrum 50 hérna, búinn að tapa 70 stigum og 20 í viðbót, 90 stig farinn. Þetta var erfið þraut og reyndi á leikni manna og þarna kom berlega í ljós hverjir hafa verið að æfa sig á bílunum. Einar Gunnlaugsson fær 300 stig fyrir lengdina en 140 refsistig, hans 160 stig og er búið hans með 690 stig hérna. Og Gunnar Egilsson í sinni fyrstu keppni eftir talsvert hlé fær aðeins 40 stig hérna og þá er það Sigurður Þór Jónsson. Nei, hér fara möguleikarnir á fyrsta sætinu bæði hjá Sigurði Þór Jónssoni og Gunnari Egilssyni og þó Sigurður fer nú hérna upp á, búinn að tapa 40 stigum á því að bakka og öðrum 50 fyrir að riðlast á dekkinu og 50 viðbót, 140, nei, 200, komin yfir 200 stig í refsingu. Það er hættur að geta talið. Hann fær nú sennilega ekki mikið fyrir þessa tilraun sína þó hann fari alla leið 300 stig fyrir lengdina en samanlögð refsitala 250 þannig hann fær aðeins 50 stig þó hann færi alla leið og hér er Gunnar Pálmi Pétursson missir bílinn hérna niður á aftan og hann fær 40 stig, 80 stig fyrir lengdina og 40 refsistig og þá er það Ásgeir Jamil Allansson, hann lendir í sömu gildrunni og nei, hélt nú að vera að lenda hérna í sömu gildru og Gunnar Egilsson snerti bæði rauðadekkið og fór yfir hvítadekkið á 50 refsistigum og þarna önnur 50 að minnstakosti farin 140 stig þannig að afraksturinn verður ekki mikill hér. Já og svo vantar Rapp hérna og hann fær 170 stig fyrir lengdina og 170 refsistig, árangur 0 og það var lakasti árangurinn í þessari braut. Þá er það Sigurður Arnar Jónsson 50 stig farinn hérna 100 stig farinn. Það var Akstursíþróttafélag Suðurnesja sem að var keppnisaldarinn að þessu sinni. Sigurður Arnar búinn að tapa hérna 150 stigum 140 stigum réttar sagt, fekk aðeins 160 stig en Akstursíþróttafélag Suðurnesja stóð sig með aðbröðum vel í þessari keppni. Lagði skemmtilega þrautir þar sem að reyndi eins og þið sjáið á leikni ökumannanna og þetta er Guðmundur Pálsson og hann er einn af okkar bestu ökumönnum þó að vanti kannski pínulítið á það að hann nái alltaf árangri. Það skortir kannski aðeins á það að bílinn sé alltaf í mjög góðu lagi en hann er að gera frábæra hluti í torfærunni. Hann er að fara þessa þraut á 255 stigum, 845 stigar hann komið með og er þar með í forystunni og þá er það Páll Antonsson.
og hann sýnir hvernig á að fara í gegnum þetta hlið, vel gert hjá honum. Og sjáu þetta, hann sleppur í gegnum hitt hliðið líka, þetta er glæsilega gert. Hann er refsilaus eins og á meðan að aðrir ökumenn eins og Sigurður Þór Jónsson var með 250 refsistig og Páll Antonsson fer hérna upp á 300 stig og aðeins 40 refsistig, fær 260 stig og komið 720 stig og þá er það Gunnar Gunnarsson, hann var í forystunni eftir 2 þrautir en við erum hér í 3. þraut. Já, 50 stig farinn. Og svo virðist nú eins og að vélinn sé eitthvað að hálfpartinn gefur böndina hérna. Það smátt og smátt dregur úr vélaraflinu og hann fær aðeins 220 stig fyrir lengdina og 140 refsistig og næstur var Haraldur Pétursson og hann lagði af stað úr viðgerðarsvæðinu með svolítið einkennileg hljóð í vélinni og hann komst ekki að þrautinni því það var bilun í vélinni. Eftir því sem ég kemst næst þá bilaði knastás og hann var því að hætta keppni að þessu sinni. Guðmundur Pálsson var þá í efsta sæti eftir 3 brautir með 845 stig. Gísli Gunnar Jónsson í öðru sæti með 750 stig. Þá Páll Antonsson sem fór svo vel í gegnum brautina með 720 stig og Sigurður Arnar Jónsson með 720. Einar Gunnlaugsson, Gunnar Gunnlaugsson og Sigurður Þór þarna á hæla þeim og það er Sigurður Þór sem fer hér fyrstur í 4. braut, strax komið með 20 refsistig og upp í gegnum þetta hlið og síðan var frjálst hjá mönnum að fara hér aðeins upp í hliðina og snúa við og koma niður aftur, ná vinstri beygju og komast upp á kantinn hérna á milli hvíta og rauða dekksins, rautt á hægri hönd en hann náði því ekki, fekk hans 210 stig og þá er það Gunnar Pálmi Pétursson og við verðum aðeins að fara hratt yfir sögu því að tíminn líður. Gunnar Pálmi er nú vanur að vera með öll 4 hjól á jörðinni eins og hér, fær 190 stig og Ásgeir Jamil, þarna hikaði vélinn í bílnum hjá honum augnablik og hann fikk aðeins 20 stig en þá er það Guðmundur Pálsson. Eitthvað er orðinn skrýtinn gangurinn í vélinni hjá honum. Þó, það virðist nú vera allt í lagi. En svo drepur hann á. Og þetta var upphafið að fleiri svona atvikum þar sem að vélinn í varðvangsvélinu gekk ekki sem skildi og hér fær Guðmundur Pálsson aðeins 160 stig og með 1005 stig þá er það Gunnar Gunnarsson 20 stig farinn og er rétt eins og í þrautin hérna á undan að þá gefst vélinn upp, hann fær aðeins 80 stig. Gísli Grétar Sigurðsson lenti í vandræðum í fyrstu þraut, gangtruflunum og hann var reyndar sá fyrsti sem fór alla leiðin í þessari þraut, fekk 210 stig, rétt snerti þarna endahliðið, þá voru 50 refsistig og þá er það Benedikt Ásgeirsson, bílnúmer 26, reynir þetta með látum, 150 stig fær hann, komið 585 og á bílnúmer 30 kemur Ólafur Þór Valdimarsson. Gekk lána þessa bifreið og tók þátt í sinni fyrstu torfærukeppni, 230 stig fær hann og þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Eitthvað vantaði nú hérna upp á 230 stig og þá einar möguleika á því að minnka muninn í Gísla. Þeir eru jú búin að vera að berjast á toppnum í nokkur ár og hann fer hér alla leið og fær 250 stig og komið 940 stig. Gunnar Egilsson, 275 stig, vel gert hjá honum. Guðmundur Pálsson situr þó enn efstur með 1005 stig, var áðan með tæplega 100 stig á forskot á Gísla Gunnar Jónsson, en það hefur snar minnkað, komið niður í 25 stig. Einar Guðnason konum í 3. sæti, Gunnar Egilsson í 4. og Sigurður Þór Jónsson í 5. sæti. Og þá var komið að 5. þraut sem reyndist ansi mörgum keppendum erfitt. Þetta er Sigurður Arnar Jónsson. Og ekki fór hann hér í gegnum 200 stiga hliðið, fær hans 110 stig og þá er það Gunnar Guðmundsson og hann missi stjórn á bílnum hérna og fær hans 70 stig og þá er það Gísli Grétar Jónsson. Sjá hvort að hann kemst hér upp í gegnum 200 stiga hliðið. Nei, ekki lág það fyrir honum, hann fær hans 60 stig, hérna komið 900 alls og þá er það Rafn Arnar. Ekki hann heldur. Og Daniel G. Ingimundarson, ekki alveg með rétta stefnu á hliðið, hann fær 100 stig þó og
Elmar Þór Magnússon er kominn út braut hérna og fær 80 stiga viðstöddum það bil 2000 áhorfendum og Benedikt Ásgeirsson fyrir á toppinn rétt eins og Rafn Arnar og Páll Antonsson. Já, bakvarðsleikja. 2,5 fyrir þetta og 150 stig. Og þá var það Ólafur Einarsson sem tók þátt í þessari keppni Ford Bronco sér til ánægju. Og eins og þið sjáið, fjöldinn allur af áhorfendum voru mættir á þessa keppni og nú biðu allir spenntir því að nú er komið að toppslagnum. Gísli Gunnar Jónsson er hér vel ofalega, sleppur næstu því gegn, tapar hér 20 stigum og stefnan er rétt og hann er komið hérna upp á bakkan og þá er bara að klára þetta. Smá skurður hérna í endan sem að Gísli flýgur yfir 300 fyrir lengdina, 70 refsistig, 230 stig, 1210 alls og Einar Gunnlaugsson fær þarna 20 refsistig. Og var kannski heldur ragur hérna eitt augnablik. Æ, þarna fær hann ekki nema 170 stig í staðinn fyrir 250 stig, þarna vantaði hann 80 til 100 stig og Gunnar Egilsson kominn út braut. Rétt eins og Elmar Þór Magnússon, þó hann haldi hérna áfram, þá fær hann aðeins 170 stig. Þannig að það minnka möguleikarnir hjá þessum tveimur ökumönnum að berjast við Gísla fyrsta sætið og þá er það Sigurður Þór Jónsson og hann gerir þetta snyrtilega. Og svo yfir skurðinn. Já, Sigurður Þór með 300 stig, vel gert. Og hann sem fekk ekki nema 50 stig úr þriðju þraut. Þá kemur Gunnar Pálmi og augnablik hygstar hjá honum Fordinn. Og það þýðir að hann lendir í skurðinum, 180 stig og þá er það Ásgeir Jamil Allansson sem var í hörku baráttu þarna í göttubílaflokki við einmitt Gunnar Pálma Pétursson og Gunnar Gunnarsson. Hann fyrir hérna á 300 stigum, kom með 840 stig og staðan þá þannig að Gísli Gunnar Jónsson er eftir með 1210, Sigurður Þór Jónsson kominn í annað sætið, Einar Gunnlaugsson kominn í það þriðja, Guðmundur Pálsson dottinn í fjórða og með bilaða vél, Gunnar Egilsson er í 5. sæti, Páll Anton í 7. sæti og Gunnar Pálmi Pétursson er þarna í 8. sæti og leiðir í göttubílaflokki en það er heildar sigur í þessari torfæri sem skiptir máli. 7. og 7. þraut gaf flestum keppendum 300 stig og þá var loksins komið að tímaþrautinni sem var síðasta þrautin. Þar náði Sigurður Arnar Jónsson besta tímanum, 28 sekúndum og 36 hundruðustu. Gísli Gunnar Jónsson náði hins vegar öðrum besta tímanum, 29,62 og það dugði Gísla Gunnar Jónssoni til þess að preppa fyrsta sætið, hlaut alls 2080 stig í þessari keppni. Ég fæ ekki betur síðan að það sé búið að baða Gísla í fiskikjarrinu. Sko til, sjá strákinn. Já. Ef ekki að reyna að hafa bílinn í baksín? Helvið strákapjakana hentum mér úti. Gott hjá þeim, höfðu þeir fyrir því að koma með vatnið með sér? Nei, þetta var á svæðinu. Það er Gísli, hverju er nú að þakka? Bara góðum aksteri. Það gekk illa í fyrstu braut? Já, þetta var svona smá hitta í þetta. Svo náttúrulega gekk þetta bara vel og allir stóðu náttúrulega og að reyna að peppa mann upp og strákarnir náttúrulega hjálpuðu til með það líka. Var þetta langþráður sigur? Já, þetta er náttúrulega mjög leiðilegt að vera ekki búin að vinna fyrir á þessu ári. Þetta var nú allt í lagi samt. Smá hitta í þetta. Nokkuð góð staða fyrir síðustu umferðina? Já, hún er ágætt. Með 9 stiga forskot á Einar Gunnlaugsson. Já. Það þýðir hins vegar að ef þú lendir í 4. sæti í keppninu á Hellu en Einar Gunnlaugsson sigrar þá mun hann verða Íslandsmeistari. Við hefum enga trú á því að svo verði. Og sömu sögur að segja Sigurður Þór Jónsson sem lendi í öðru sæti í þessari keppni. Hann er einu stigi á eftir Einari Gunnlaugsssyni í Íslandsmótinu og hann á möguleika á Íslandsmeistaratitli. Einar Gunnlaugsson lendi í 3. sæti að þessu sinni. Þessir þrír eiga möguleika á Hellu í septembermánuði. Gísli Gunnar Jónsson sigraði hérna á 2080 stigum, Sigurður Þór Jónsson varð 100 stigum þar á eftir. 120 stigum þar á eftir kom Einar Gunnlaugsson og staðan í Íslandsmótinu. Gísli Gunnar Jónsson með 55 stig, Einar Gunnlaugsson í öðru sæti og Sigurður Arnar Jónsson í 3. sæti. Þessi þrír eiga möguleika. Fyrir þá sem eru uppfullir áhuga á íslensku torfærunni, þá skulu þið núna fara á vísi.is. Þar var verið að opna vef núna rétt í þessu sem fjallar íslensku torfæruna. Við heyrumst aftur að viku liðinni og næstu helgi verður keppt í motocrossi og rallycrossi. Bless, bless.